Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 14. október árið 2025 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akranesskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1420 og til fundar mættir eftirtaldir bæjarfulltrúar: Einar Brandsson, Ragnar P. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hörður Sveinsson, Lífos Skastad, Guðmundur Ingvar Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og sá sem ég talar, Valgarður L. Jónsson og eignir embætti forseta bæjarstjórnar. Á sitji fundinn Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs sem sér ritun fundargerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég að bera hér upp tvær dagskrárbreytingartillögur. Í fyrsta lagi þá óska ég eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akranesskaupstaðar nr. 696 frá 2013. Tekið verður inn með afbrigðum mál nr. 2509-005 Menningarverðlaun Akranes 2025. Málið var til umfjöllunar á lokuðum fundi bæjarráðs frá 9. október síðastliðinn. Og þetta taka fram að ég sem óska eftir að taka þetta inn á dagskrá opins bæjarstjórnarfundar en þetta mál verði tekið fyrir í lokfundar eftir að slökkvilið á útsendingu sem að uppljóstra verður niðurstöðuna síðar. Þeir sem að samþykkja að þetta mál verði tekið inn á dagskrá fundarins, eins og gefa með samþykkt með 9 atkvæði, þá var seinni tillagan afbrigði. Það að ég óska eftir að taka inn með afbrigðum mál nr. 25-10-081 samstarf sveitarfélaga, kostir og gallar. Málið var í útsendri dagskrá vegna lokaðs fundar bæjarstjórnar. Þessi samþykki að þetta mál verði tekið inn á dagskrá fundarins eins og gefa með samþykkt með 9 atkvæði. Og dagskrárliðirnir verða þá númer 7 og númer 8 og númerið annarra mála á fundinu liðrast þá sem því nemur verða þá númer 9 til og með númer 14 en eins og ég fór yfir áðan málið varðandi menningarverðlaun verður þá ekki tekið fyrir en alveg í lokfundarins eftir stökktuður ósinn. Þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá málsnúmer 2103-268 deiliskipulag Höfðasel. Nýtt deiliskipulag Höfðasels byggir á eldra deiliskipulagi undir iðnaðarsvæði. Skilgreindar verða aðkomuleiðir á nýju athafnasvæði í Grjótkelduflóa, austan skipulagssvæðisins frá Akranessvegi. Nýjar lóðir eru skilgreindar sem iðnaðarlóðir ásamt lóðum undir helstu veitumannvirki. Skipulagið fellur undir eftirfarandi landnotkunar flokka samkvæmt aðalskipulagi Akranes með flokkanir I314, I315 og I316. Tillagan hefur verið auglýst
samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga. Auglýsingin stóð frá 8. ágúst til 19. september 2025 og athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt ásamt greinargerð skipulagsfulltrúa með lítilsháttar breytingum frá auglýsingu. Deiliskipulagið er fellt, Skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku þess birt í B-deild stjórnartíma. Og það er laust þessa tillögu. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls. Þá biður þá sem samþykkja deiliskipulagsbreytingu vegna höfðasells og skipulagið verður sett Skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku þess birt í B-deild stjórnartíðinda sem samþykkja þetta gjör svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og í öðru lagi þessi samþykkja framlaga greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum vegna skipulagsins gjör svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Annar fundaliður, málsnúmer 2507-058, breyting á aðalskipulagi Akraness 2021-2033, stækkun á svæði I314. Þetta er þá breyting á aðalskipulagi til samræmis við nýtt deiliskipulag Höfðasells sem við vorum að samþykkja síðasta fundalið. Breytingin inniheldur lítillega stækkun á svæði I314 syðst upp að Höfðasells holti. Breytingin hefur verið auglýst samkvæmt 2. málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Auglýsingin stóð frá 11. ágúst síðastliðinn til og með 22. september. Athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja aðalskipulagsbreytinguna og hún verði send Skipulagsstofnun til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt 32. grein skipulagslaga. Einhver sem óskar eftir að ræða þetta mál. Svo er ekki og biður þá sem samþykkja þessa breytingu á aðalskipulagi Akraness vegna Höfðasells og breytingi verður send Skipulagsstofnun til fullnaðarafgreiðslu og gjör svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðji fundaliður, málsnúmer 25-10-011, breyting á deiliskipulagi Sementsreits A og B-reitur. Lögðu fram tillaga að breyttu deiliskipulagi á Sementsreit A og B-reit. Breytingarnar innihalda að reitir B7 og B8 verði sameinaðir í einn reit B7 og reitir B9 og B10 verði sameinaðir í einn reit B9 ásamt lítilsháttar breytingum á lóðastærðum og byggingarreitum. Og Skipulags- og umhverfisráð hefur lagt til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og með vísun í 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Einhver sem að óskar eftir að ræða þetta mál. Svo er ekki. Þá biður þá sem að samþykkja umrædda breytingu vegna A og B-reitar á Sementsreit að gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Fjórði fundaliður, málsnúmer 25-02-165, Vesturgata 133, umsókn til skipulagsfulltrúa. Hér er umsókn skipulagsbreytingu á Vesturgata 133. Í breytingu felst stækkun sólstofu til suðvesturs, hækkun þaks og útlitsbreyting. Viðbygging á annarri hæð íbúðarhúss á suðvesturhjól. Grenndarkynnt var í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga og stóð grenndarkynning yfir frá 22. ágúst síðastliðnum til 22. september fyrir lóðarhöfðum Vesturgötu 131, 134, 135 og 136. Engar athugasemdir bárust og Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt
send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Tekið fram að allur kostnaður sem hlýst af breytingunni fellur á lóðarhaf. Orðið laust þetta mál. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem að samþykkja tillögu skipulags- og umhverfisráðs að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt, send til Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild að gjöra svo að gefa merki. Það eru 9 atkvæði sem samþykkja það. 5. fundarliður, málsnúmer 2509-157, framkvæmdaleyfi, semesturreitur, gatnagerð annar áfangi. Hér að ræða umsókn leyfi til framkvæmda samkvæmt 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 4. greinar reglugerðar nr. 772 frá árinu 2012 framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar á semesturreitur annars áfanga. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja framkvæmdaleyfið á grundvelli áðurgreindra lagagreina og reglugerða. Þeir sem að vilja ræða þetta mál, það enginn sem að óskar eftir því. Fyrir þá sem að samþykkja framkvæmdaleyfi vegna gatnagerðar og semesturreitur öðrum áfanga að gjöra svo að gefa merkingu. Það samþykkt með 9 atkvæði. 7. fundarliður, málsnúmer 2509-178, framkvæmdaleyfi, sjóvarnargarður í Krókalóni og á Ægisbraut. Hér að ræða umsókn leyfi til framkvæmda samkvæmt 13. grein skipulagslaga og 4. greinar reglugerðar nr. 772 framkvæmdaleyfi vegna sjóvarnargarðs í Krókalóni og norðurenda Ægisbrautar. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja framkvæmdaleyfi á grundvelli áðurgreindra lagagreina og reglugerða. Og orðið laust þessa tillögu. Og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Guðjónsson, gjör svo. Forseti, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðnar hlýða. Þarna komið til okkar frá Vegagerðinni óskum framkvæmdaleyfi fyrir því sem að við höfum öll kallað eftir og virkilega þarft. Og við í ráðinu höfum verið ötul að ýta á og loksins þetta komið til okkar og eins og kemur í framkvæmdaleyfinu þá að hefjast núna næstu dögum þess að segja frá október til mars og við munum halda áfram í ráðinu að ýta á og þrýsta á að gera þetta sem allra fyrst vegna þess að við vitum hver þörfin og verður og veitir ekkert af að því að sem betur fer bara var lítill vindur núna fyrir 2 vikur síðan en það hefði getað enda illa að því að það var stórstreymt og það var vestanátt en ölduhæðin var ekki svo sama en það mátti litlu muna að hefði getað farið illa en við allavega í ráðinu fögnum þessu og svo sem búin að vera mikið að hvetja Vegagerðina áfram að drífa þetta og við sjáum loksins fram og þetta sé að gerast og því ber að fagna. Takk fyrir, Guðmundur Ingi Guðjónsson og fleiri sem óska eftir að taka til máls til þennan fundarleik. Svo ekki, þá bara biður þá sem að samþykkja framkvæmdaleyfi vegna sjóvarnargarðs í Krókalóni og við norðurenda Ægisbrautar samkvæmt 13. grein skipulagslaga og 4. grein reglugerðar nr. 772 frá árinu 2012 að gjöra svo að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæði. 7. fundarliður, þá erum við komin í fundarleiðina sem þetta voru inn með afbrigðum fyrir í upphafi fundar. 7. fundarliður, málsnúmer 2509-005, menningarverðlaun
árið 2025 og eins og ég tók fram hér í upphafi þá óska ég eftir að þessum fundarlið verði frestað þangað til í lok fundar eftir að slökkt hefur verið á útsendingu. Athugasemdir við það. Engar athugasemdir þar. Þá förum við í næsta fundarlið sem þetta er svolítið ekki. Aldanlega þegar í einhverja vitleysu en við skulum hafa það 8. fundarlið. 8. fundarlið málsnúmer 2510081 samstarf sveitarfélaga kostir og gallar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 9. október síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn að senda sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar formlegt erindi þar sem lagt er til að sveitarfélögin setja á laggirnar stýrihóp sem taki saman eða láti taka saman greiningu á kostum og göllum þess að sveitarfélögin sameinist. Til hliðsjónar verði meðal annars höfð áform stjórnvalda breytingar varðandi samvinnu sveitarfélaga þar sem stefnt sé að því að tryggja skýrari reglur kostnaðarskiptingu sem byggja á raunkostnaði við starfsemi í hverju sveitarfélagi fyrir sig og heimild sveitarfélags sem sinnir verkefnum fyrir annað sveitarfélag til að reikna sérstakt álag vegna veittra þjónustu. Bæjarráð taldi að í sameiningu sveitarfélaganna felist mikið tækifæri til að bæta enn frekar þjónustu til íbúa en úttekt greining myndi eðli máls samkvæmt leiða fram kosti og galla þess. Slíkri könnun þyrfti ekki að fylgja nein skuldbinding frekari úrvinnslu en ákvörðun var þar að lútandi alfarið í höndum hvors sveitarfélags sem slíkt. Bæjarráð vísaði ákvörðuninni til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Því sögðu þá ætla ég að gefa orðlaus þennan fundarlið. Það enginn sem ætlar að grípa orðið. Jú, bæjarfulltrúi Lífs og Skarðsstaða ætlar að grípa orðið. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara koma upp og þakka bæjarráði fyrir að koma með þessa tillögu. Ég held að í ljósi svona umræðu í bæði hér í þessu samfélagi og í nágrannasveitarfélagi okkar að þá sé þetta bara vel til fundið að meta bæði kosti og galla. Það eru náttúrulega mörg orð verið sögð sameiningu og annað og ég held að það sé bara langbest að það sé bara einhver óhæður aðili fenginn til að meta það og því að það segir sér náttúrulega sjálft að nálægðin milli sveitarfélaganna er mikil og tækifæri til þess að gera góða hluti saman en það er bara gott að fá það bara skjalfest hvort það sé gott eða ekki og þá bara þarf ekki að velkjast í vafa það. Þannig að takk fyrir þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífs og Skarðsstaða og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Næsta mæli, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil bara taka undir og það er rétt, við erum að vísa þessu úr bæjarráði til bæjarstjórnar, þar sem við erum að leggja þetta til. Við erum í rauninni að það er svona okkar hugmynd snýst að það komi þarna saman hópur, stýrihópur á vegum sveitarfélagana, skipaði það sveitarstjórnarmönnum og það sé óháður aðili sem að fer í að meta þessa kosti og galla. Og mér langar kannski að leggja sérstaka áherslu á mikilvægi þess að slík vinna fari fram. Sem er þá bara þessi upplýsingamiðlun til íbúa okkar og Hvalfjarðarsveitar. Þetta er eitt samfélag, við nýtum svo mikið af því sama og það er svo óteljandi tækifæri að ég tel og ég held að væri bara mjög hollt og gott fyrir okkur til að bara skilja betur að
að sjá þetta svolítið svona framsett og uppsett og þá eins og kom fram að það sé þá bara einhver sem að sé óháður aðili fenginn akkurat til að kalla saman þessar upplýsingar fyrir okkur til þess að meta og við munum þá leggja áherslu á að í svona könnun felist engin skuldbinding frekar úrvinnslu. En auðvitað mun slíkt ákvörðunarvald eðli máls samkvæmt alltaf lúta og yrði alfarið í höndum hvors sveitarfélags fyrir sig. Þannig við erum svolítið að hugsa, tökum þetta svolítið upp á borðið og skoðum tækifærin sem sannarlega teljum við að séu til staðar. Þannig að við vonum að þessari tillögu verði bara vel tekið og þessi vinna geti farið á stað og eins og ég segi, við sjáum fullt af tækifærum. Takk fyrir. Takk fyrir. Það Guðlaug Lárusdóttir, fleiri sem óskar til að taka til máls. Það þetta Kristján Andri Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, Ari sem okkur líða. Ég ætla bara að koma upp eins og aðrir bæjarfulltrúar sem hér hafa talað. Fagnaði ég að við séum að ávarpa þetta mál og ég held að það sé mikil tækifæri bæði náttúrulega í því að sameina sveitarfélögin sem er náttúrulega mín trú að muni gera allt svæðið miklu sterkara og að við sem sameina sveitarfélögin munum hafa meiri slagkraft og meiri svona tóg gagnvart ríkinu og öðrum hlutum sem muni bæta svæðið. Ég held líka bara vinnan sjálf geti orðið bara mjög fróðleg og gefandi og upplýsandi fyrir sveitarstjórnarfulltrúa í báðum sveitarfélögum eins fyrir íbúa á svæðinu. Þannig að ég bara fagna þess að við sem komin á þann stað að við séum að bjóða fólki allavega að skoða málin á hlutlausan hátt. Þannig að þetta er bara mjög jákvætt skref. Takk fyrir. Takk fyrir. Kristján Andri Sveinsson. Fleiri sem óskar til að taka til máls. Ég ætla kannski að nota tækifærið og því að það víkur enginn upp með hendunar og lesa bréf sem er í fundargögnum bæjarfulltrúa og sem sagt fylgir þessari tillögu. Það verði bréf sem við sendum bæjarstjórn Akraness sendi sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar með þessu erindi. Og bréfið hljómar svo: efni, könnun á kostum og göllum sameiningar Akranesskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar. Það er samdóma álit okkar bæjarfulltrúa á Akranesi að á næstu árum muni okkur sem byggjum svæði norðan Hvalfjarðar falla í skaut gríðarleg tækifæri til uppbyggingar og fjölgunar íbúa. Við sjáum þessa nú þegar merki, meðal annars í auknum áhuga á uppbyggingu atvinnu á Grundartangasvæðinu og því að undirbúningur og lagningu Sundabrautar er nú loks komin á góðan rekspöl. Það á ábyrgð okkar sem nú stýrum sveitarfélögunum tveimur á svæðinu að marka stefnuna til framtíðar og tryggja að framtíðaruppbygging sveitarfélaganna verði farsæl bæði fyrir okkur sem byggjum þau í dag og verðandi íbúa. Í samráðsgátt stjórnvalda liggja nú fyrir drög að frumvarpi til laga breytingar á sveitarstjórnarlögum nr. 138 frá 2011, samanber mál nr. S-108/2025, þar sem lagðar eru til viðamiklar breytingar á lögunum. Þar er meðal annars hvað samstarf sveitarfélaga varðar stefnt að því að tryggja skýrar reglur kostnaðarskiptingu sem byggja á raunkostnaði við starfsemi í hverju sveitarfélagi og að veita sveitarfélagi sem sinni verkefnum fyrir annað sveitarfélag heimild til að reikna sérstakt álag vegna veittra þjónustu. Verði þessi áform að lögum munu þau hafa bein áhrif á núverandi samvinnu sveitarfélaganna enda ljóst að gjaldtaka og samningar við þjónustu þurfa að taka mið af raunverulegum kostnaði og því álagi sem felst í þjónustuveitingunni. Bæjarstjórn telur bæði almennt og í ljósi áforma stjórnvalda og með hagsmuni íbúa beggja sveitarfélaga að leiðarljósi rétt að kanna í sameiningu kosti og galla mögulegra sameininga sveitarfélaganna.
Slík sameiningarathugun gæti skapað heildstæðari mynd af því hvernig best verður staðið að rekstri, þjónustu og framtíðarþróun svæðisins með það að markmiði að tryggja sjálfbærni og gæði þjónustu til íbúa til framtíðar. Bæjarstjórn telur mikilvægt að óháður aðili sjái hina eiginlegu úttekt og greiningu og leggi jafnframt fram leiðir til að efla upplýsingamiðlun og samráð við íbúa beggja sveitarfélaga á öllum stigum. Bæjarstjórn leggur til að settur verði á laggirnar sameiginlegu stýrihópur sveitarfélaganna, skipaði 2 eða 3 sveitarstjórnarmönnum frá hvoru sveitarfélagi sig, sem haldi utan um vinnuna, komi sér saman úttekt-aðila, verði í samskiptum við hann og tryggi nauðsynlegt upplýsingaflæði til sveitarstjórnar og bæjarstjórnar sem og til íbúa í báðum sveitarfélagum. Bæjarstjórn leggur áherslu á að í slíkri könnun felst engin skuldbinding frekari úrvinnslu, en ákvörðunarvald þar að lútandi yrði alfarið í höndum hvors sveitarfélags sig. Bæjarstjórn vonar að sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar taki vel í þessi tillögu og sé reiðubúin til samtals hana og væntir svars innan 1 mánaðar frá dagsetningu bréfsins. Virðingar fyllst, Bæjarstjórn Akraness. Þannig hljóðar það. Nú er spurning hvort að fleiri vilja leggja orð í belg. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjör svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla eins og aðrir bæjarfulltrúar að fagna þessu. Ég held að þetta sé ákveðin tímapunktur sem að gæti verið okkur og okkar vinum í Hvalfjarðarsveit dýrmætur þegar fram í sækir ef að við náum saman, því ég held að þau tækifæri sem eru framundan hjá okkur, sem eru að mínu áliti mjög mörg og stór, og ég held að saman verðum við miklu betur í stakk búin að móta farsæla framtíð fyrir okkar sveitarfélög. Þannig að við getum þá valið hvað við viljum gera. Það er ákveðin teikn það að ráðherra vilji fara að neyða sveitarfélög til sameiningar eftir sínum geðþótta, þannig að við skulum bara vera á undan, kanna þetta og sjá hvernig til tekst og eins og ég sagði hér fyrst, ég held að saman verðum við mjög sterk til þess að takast á við allar áskoranir sem eru framdann. Þannig að þetta er bara spennandi. Takk. Takk fyrir, Einar Brandsson. Fleiri sem skiptir að taka til máls. Nú er ekki. Já, þá bara bið ég þá sem að samþykkja að senda Hvalfjarðarsveit erindi. Það sem lagt til að sveitarfélögin setja á laggirnar stýrihóp sem taki saman eða láti taka saman greiningu óháðs aðila á kostum og göllum þess að sveitarfélögin sameinist. Gjöra svo ekki á mér. Það er samþykkt með 9 atkvæði. Þá höldum við áfram dagskrá og við munum þá vera komin í 9. fundalið, en ekki? Ég er aðeins. Já, þarna, takk. 9. fundaliður, málsnúmer 25.01.002, þetta er fundargerðir bæjarráðs á árinu 2025. Hér eru lagðar fram 2 fundargerðir bæjarráðs frá fundi númer 2603, sem framfór 25. september síðastliðinn.
og 3604 sem fram fór þann 9. október. Og orðið er laust þess að það er fundargerð bæjarráðs, það er hlutur Líf Lárusdóttir, það er orðið til svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það sem okkur hlýða. Mér langaði að koma hér upp og ræða við ykkur þær 2 fundargerðir bæjarráðs sem hér eru lagðar fram. Byrja á þeirri fyrri, nr. 3603. Við vindum okkur aðeins í og horfum á mál nr. 4, þar sem við vorum að horfa á mánaðaryfirlit fyrir janúar til júlí. Við höfum verið að bóka það á síðastliðnum bæjarráðsfundum undir þessum mánaðaryfirlitum að við erum að horfa fram á batamerki í rekstrinum og þróunin er í rétta átt. Við erum til að mynda að horfa á launakostnað undir áætlun. Við erum að horfa á tekjur yfir áætlun þrátt fyrir það að þær tekjur sem við gerðum ráð fyrir frá jöfnunarsjóði hafa verið lægri, umtalsvert lægri á þessum fyrstu mánuðum árs en við gerðum ráð fyrir og höfum nú bókað það líka að mikilvægt sé að skýra það reglulega og kalla á skýringar vegna þess og höfum að einhverju leyti fengið þær með þeim hætti að horfa verði í næstu mánuði en auðvitað er þetta ákveðin óvissa sem er alltaf flókin og erfitt að bara skipuleggja sér hreinlega út frá. En tekjurnar samt sem áður hafa núna verið yfir þrátt fyrir að jöfnunarsjóður sé svolítið vel undir. En í launakostnaði erum við líka að horfa á við séum undir en við þurfum að vinna áfram með annan rekstrakostnað og það er verkefnið og núna í hvert skipti þá líka erum við að fara djúpt ofan í þessi frávik sem við sjáum og láta greina þau sérstaklega á milli funda. Það var jákvætt að segja frá því að í máli númer 9, 10 og 11 á sama fundi þá vorum við að útdeila 3 lóðum sem allar eiga það sameiginlegt að vera á Suðurgötu og það er auðvitað bara hið besta mál. Þar er komin svona ákveðin fyrirmynd af húsum sem að þykja hafa hefnast vel og verður bara gaman að sjá hvernig þessir lóðir þróast. Þannig að þetta eru, já, og svo í seinni fundargerðinni sem er fundargerð nr. 3604 þá var enn lóðaúthlutunin Suðurgöta 106. Þannig að við höfum það hefur svolítið verið trendið núna að útdeila lóðum á Suðurgötu og svo við höldum áfram með það svæði þá samþykktum við einnig á þeim fundi að byggingaréttur C4 og E á samt A og B-rétt. Við erum að setja þessar lóðir þá við erum að fara að útdeila þessum lóðum og tilgreindum þarna þau gjöld sem við þurfum að liggja fyrir og finna má undir gögnum undir fundargerð bæjarráðs sem og þeirri fundargerð sem hér liggur fyrir og að lokum langar maður að nefna mál númer 13 þar sem að bæjarráð var að samþykkja leigusamning í húsnæði sem staðsett er á Aggapalli. Það er hér með leigt út fyrir ákveðið verkefni sem er nýtt hér á Akranesi. Þetta er sána sem er komin þarna á svæðið og tekur sér mjög vel út verð ég að segja. Og húsnæðið við Aggapall er þá hugsað sem svona eins konar móttaka fyrir hópa og mér skildist nú á þeim frumkvöðlum sem standa í verkefninu að það mun ekki standa á því að fá hópa vegna þess að þeir séu þegar byrjaðir að bóka sig inn. Þannig að ég held að þetta sé sannarlega upplifting fyrir svæðið og í anda þess sem við kannski viljum sjá og stefnumörkunin sýnd okkur að við viljum að svæðið standi fyrir. Þannig að þetta verður bara flott og ég skil það allavega þannig að þessi þjónusta bara verði í boði fyrir íbúa á allra næstu dögum. Þannig að það er bara spennandi. Það verður gaman að skella sér í gusu á Akranesi. En takk fyrir mig. Takk fyrir. Það er Líf Lárusdóttir og þeirri sem óska eftir að það verði máls og fundargerð bæjarráðs. Það er enginn sem kveður sér ljós. Það var bara með þess að fundargerð bæjarráðs verið framlagðar. 10. fundaliður, málsnúmer 25/03, fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs, 2025
og hér lögð fram fundargerð 252. fundar ráðsins á 7. október síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það óskar enginn eftir að ræða hana. Þannig hefur hún verið framlögð og við förum 11. fundarrið 25.01.04. Fundargerð í skóla- og frístundaráðs á árinu 2025. Hér lögð fram fundargerð 270. fundar skóla- og frístundaráðs sem fram fór þann 8. október síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs hana og þar með verið framlögð. 12. fundarliður málsnúmer 25.01.05 fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2025. Hér lögð fram fundargerð 334. fundar ráðsins frá 7. október síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Þetta er Sendis Alexía Sigurjónsdóttir. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Langaði bara að koma upp hérna undir fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og byrja á kannski máli númer 2. Aðeins að impra á því hér uppi að við tókum þarna fyrir gjaldskrá, breytingu á gjaldskrá úrgangsmál svona til kynningar. Vorum þarna að ræða það með umhverfisstjóranum á skipulags- og umhverfissviði. En á sama tíma tókum við góða umræðu varðandi líka klippikortin sem við tókum náttúrulega úr umferð hjá okkur síðustu áramót og ráðið var svona sammála það að byrja að skoða hvort að það sé eitthvað sem við ætlum að taka upp á nýju ári. Ég tel að þetta sé svona miðað við árið sem við erum að koma undan og þá umræðu sem hefur verið hjá okkur bara hækkandi kostnað heimilanna og fyrirtækja í að henda upp í gámu. Þetta er klárlega eitthvað sem við þurfum að líta á og endurskoða hvort við tökum þetta upp á ný. Þannig að þetta sé bara, langaði bara að impra þessari bókun hjá okkur og að þetta sé þá í ferli að skoða þetta mál. Annað sem ég vildi koma inn á er dagskrárliður númer 14 sem er framtíð sunds og fótbolta á Jaðarsbökkum. Þetta er náttúrulega komið í smá umræðu líka í samfélaginu hjá okkur en við áttum mjög góðan og uppbyggilegan vinnufund með stjórn Sundfélags Akraness og síðan líka knattspyrnufélaginu hjá KFÍA framtíð þeirra á Jaðarsbökkum og svo framtíðar uppbyggingu. Og ráðið tók þetta alveg fyrir á sínu fundi og átti heldur mjög langa umræðu þetta málefni og svona hvernig myndum sjá fyrir okkur að taka þetta mál áfram og eins og kemur þarna fram erum við að leggja til að vera stofnaðir langar að segja enn einn starfshópurinn, þetta er náttúrulega búið að vera svolítið margir starfshópar þegar kemur að þessu svæði en enga síður telum við mikilvægt að þarna förum við að sjá fyrir okkur framtíðar uppbygginguna þegar við getum allavega byrjað í ákveðnum skipulagsfasa til þess að vera tilbúin þegar svigrúm gefst í að fara í uppbyggingu. Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta er Sendis Alexía Sigurjónsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs? Nei. Svo ekki vera. Þannig með hún verið framlögð. Við förum í 13. fundarlið málsnúmer 25.01.05 fundargerðir heilbrigðisnefndar Vesturlands og fylgiskjöl á árinu 2025 og hér lögð fram fundargerð ráðsins númer 197 ekki ráðsins, þetta er fundargerð heilbrigðisnefndar númer 197 sem fram fór þann 18. september síðastliðinn ásamt umsögn heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 19. september síðastliðinn mál númer S160 2025 og orðið laust þessa fundargerð og þessa umsögn heilbrigðisnefndar.
Það óskar enginn eftir að ræða það. Þannig að þeirri þetta verið framlagt hér undir bæjarstjórnar. 14. fundarliður, málsnúmer 25.01.029, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga árið 2025 og hér er lögð fram fundargerð frá fundi stjórnar sambandsins númer 985 og framboðan 27. september síðastliðinn. Og við lust sem þessa fundargerð stjórnar Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Það óskar enginn eftir að ræða hana og þannig hefur hún verið framlögð og við erum komin að lokum þessa fundar fyrir utan það að við hefum eftir að taka hér fyrir og afgreiða mál númer 7. Það gerum við eftir að slökkt hefur verið á útsendingu fundarins. Þannig að eðlum á þessu samkvæmt þá slíti ég ekki fundi strax en óskar eftir að útsendingi verið tekin úr lofti.